Mörður Árnason, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, talar nú fyrir Samfylkinguna. Forseti, leikur að tölum, leikur að orðum, sagði háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson. Það er vissulega gott að leika sér, en grundvöllur umræðu er að viðurkenna staðreyndir. Og staðreyndirnar stöðu efnahagsmála, lífskjör þjóðarinnar eru þær að núna erum við að ná okkur upp úr kreppunni. Allar vísbendingar eru í sömu áttina þetta: hagvöxtur, kaupmáttur launa, atvinnuþátttaka, skuldastaða og svo má lengi telja. Staðreyndirnar tala. Staðreyndirnar segja okkur ekki að kreppan sé búin og nú megi byrja upp á nýtt á næsta fylliríi. En þær segja okkur að það sé orðinn verulegur árangur við að endurreisa samfélag og hagkerfi eftir hrunið. Á alþjóðavettvangi er horft til Íslands sem fordæmis vegna þess að við, ríkisstjórnin og allir landsmenn, gerðum þetta í stórum dráttum eins vel og hægt er. Efnahagslífið komst aftur í gang án þess að niðurskurður sem var nauðsynlegur og kaupmáttarrýrnun bitnaði fyrst og fremst á lág- og meðaltekjufólki eins og víðast hvar í löndunum í kringum okkur. Með því að bjarga flestum alvörufyrirtækjum frá því að fara á hausinn tókst að koma böndum á atvinnuleysi. Þetta hefur gerst undir forystu jafnaðarmanna og við höfum gert þetta á forsendum jafnaðar og við höfum varðveitt velferðarþjónustuna sem var bæði sanngjarnt og skynsamlegt. Þetta vekur athygli sérfræðinga innlendis og erlendis og við fáum fyrir þetta hrós frá erlendum forystumönnum, en nokkrir eru samt óánægðir, eru í fýlu yfir batanum. Forystumenn Sjálfstæðisflokksins, framkvæmdastjóri SA, eru í nýrri tegunda fílu sem mætti kalla batafílu. Það er sorglegt, en við hin skulum virða þetta við þá og halda áfram. Forseti, það er auðvitað algjörlega eðlilegt að tala hér í kvöld árangurinn við endurreisnina. Við jafnaðarmenn ætlum okkur að halda áfram á þessari braut í verkum vetrarins og í kosningunum að vori þá er eðlilegt að Íslendingar geti valið að byggja framtíðina næstu ár á þeim árangri sem nú hefur náðst. Jafnaðarmenn boða til nýrra sóknar með áherslu á menntun og á græna hagkerfi til að tryggja atvinnu og lífskjör í framtíðinni. Við viljum halda uppi jöfnuði með bættri þjónustu við fjölskyldurnar, taka fulla ábyrgð í umhverfis- og náttúruverndarmálum og hagnýta tækifæri sem þar liggja, stíga enn djarfari skref við að efla lýðræði með beinni þátttöku borgaranna og vera með í samvinnu Evrópuþjóða. Sem betur fer virðist staðan vera þannig að annar skýr kostur verður líka í boði. Hann býður fram flokkurinn sem ber ábyrgð á hruninu og hörmungum þess umfram öll önnur stjórnmálaöfl. Í Sjálfstæðisflokknum hafa menn setið og spekulurað þessi 4 ár, það er gott. Og núna í sumar og haust er líka þar að koma í ljós ofurlítill árangur. Háttvirtir þingmenn Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson lýstu því yfir í sumar að nú væri framundan mikil tiltekt í samfélaginu, ný leiftursókn sem fælist í því að lækka skatta og skera miklu meira niður en ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefði tekist. Næsti kafli var að Bjarni Benediktsson og háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir fóru á flokksþing repúblikana í Bandaríkjunum núna í haust og þriðji þátturinn er svo sérstakt málefnaþing á Akureyri hjá Samband ungra sjálfstæðismanna undir vígorðunum sókn gegn sósíalisma og eins og frægt er orðið að þar á ekki bara að sækja gegn sósíalistanum Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrími J. Sigfússyni, heldur líka á móti sósíalistanum François Hollande, forseta Frakklands, og á móti sósíalistanum Barack Obama, forseta Bandaríkjanna. Flokkurinn stefnir á hugmyndafræðilega kosningabaráttu í vor þá að tefla repúblikanisma Sjálfstæðisflokksins fram gegn sósíalisma stjórnarflokkana á Íslandi og gegn sósíalisma Baracks Obama. Það kemur svolítið á óvart að þetta séu lærdómar hrunsins í Valhöll að gera Sjálfstæðisflokkinn að íslenskri teboðshreyfingu, en það sé alltaf líka fagna þessu því að núna í vetur og vor þurfum við ekki bara að ræða hinn mikilvægu praktísku verkefni sem framundan eru, heldur líka það hvaða samfélag við viljum. Viljum við samfélag þar sem markaðurinn ræður lögum og lofum og frumskógalögmálum skapa mönnum örlög, eins og nú boða Mitt Romney, Paul Ryan og Bjarni Benediktsson í baráttu sinni gegn sósíalistanum Jóhönnu Sigurðardóttur og Barack Obama, eða viljum við samfélag jafnaðarstefnu sem er mótað af jafnaðarstefnu
samfélag þar sem menn taka ábyrgð hver á öðrum, þar sem markaðurinn er góður þjónn en ekki húsbóndi, þar sem jafnrétti, frelsi og bræðralag eru æðstu boðorð eins og sósíalistarnir frönsku á 18. öld vildu, samfélag þar sem þjóðin af auðlindirnar og þar sem menntun, helsa og lágmarksafkoma er ekki byggð á náð og miskunn, heldur á lögfestum rétti, samfélag þar sem þú hugsar ekki bara það sem landið þitt getur gert fyrir þig, heldur ekki síður það sem þú getur gert fyrir landið þitt, eins og sagði í frægri ræðu fyrir hálfri öld sósíalistinn John F. Kennedy.